Góðan daginn og velkomin í Akranesvellina á leik Kára og Sindra í þriðju deild karla. Auðvitað ég og með mér í dag er Hilmar Halldórsson. Blessaður Hilmar. Blessaður. Svakalegu leikur í dag. Já. Þetta er eitt stærsti leikur sem Kári hefur spilað bara í mjög langan tíma. Já. Þeir geta tryggt sér upp deild. Með sigri í dag. Já. Það er, eins og við sjáum töfluna hérna, það eru 4 leikir eftir. Þetta er helvíti spennandi uppi og niðri. Já. Káramenn með 8 stiga forskot á toppi deildarinnar og við sigri í dag þá er komnir í hús. Já, það er sæti í annar deild á næsta ári komið í hús og það er gríðarlega sterkt fyrir Káramenn og bara Skagan að fá lið aftur upp í aðra deild. Já, það eru komin 3 ár síðan að Káramenn voru í annar deildinni. Já. Féllu sumarið 2021. Já. Er það ekki? Jú. Var það Gunni Einar sem var með lið. Það er heilum Nei, Ási Haralds var með lið það tímabilið. Ási Haralds. Heilum fyrir í dag. Kári Sindri fyrsti leikur kl. 1, hann var færður þegar IR spilaði hérna eftir. Já. Úti kl. 5. Víðir IH, Árbær Magni, Augnablik Elliði, Hvíti Riddarinn KFK, Vangi Júpiters KVAF. Þetta er allt mikilvægi leikir fyrir öll lið. Gríðarlega mikilvægt. Það er bara ekkert lið má tapa stigum í dag. Nei. Þetta er ótrúlegt hvernig staðan er í deildinni. Já, það er má sjá hérna stigatöfluna aftur og það má sjá Káramenn búin að aðeins tapa einum leik. Já. Og Káramenn hafa ekki tapað leik síðan að þeir breyttu markmann. Hérna Kristján kom í markið. Man ekki hvað hann heitir. Hann kom í markið eftir nokkra leiki. Já. Þeir hafa ekki tapað leik síðan. Það er alveg ótrúlegt. Gjörðu jafntefli í síðasta leik. Já. Móti IH. Það var svolítið. Það var skrullugur leikur. Það er smá breytingar þá á liðinu vantilega eftir þann leik. Það Já. sem að Sigurður Hrannar og Sigurður Logi fengur rautt spjald. Já. En við sjáum byrjulegði hérna á Káramönnum. Í markinu er Kristján Hjörvar, talaður markmaður. Berjum með Hits, Óskar Vasilevski, fyrirliði, nr. 3, nr. 4, Tómas Dýr Tómasson, nr. 8, Marnó Hilmar, nr. 10, Mikael Hrapp, nr. 13, Arnór Valur, nr. 18, Börkur Bernhard, nr. 22, Sveit Svavar, nr. 23, Axel Freyr og nr. 29, Þór Lorenz. Á bekknum er svo varamarkmaður Logi Mar, Gísli Fannar, Kolbeinn Tumi, Máni Berg, Björn Darri, Ímir Hjálmsson og Helgi Rapp. Þjálfarar eru Andri Júliusson og Alexander Aron og Svenni Hlö á bekknum. Aron Ímir fekk líka rautt spjald í síðasta leik þannig að hann er í stúkunni bara. Hann er í stúkunni í dag. Sjáum að Mikael Hrafn er komin inn í liðið eftir að hafa reyndar verið á bekknum í síðustu leiki, menn hann tábrotnaði þarna mitt sumar og komin inn í sterkt að fá hann. Byrjunarlið, já, mjög sterkt. Sjáum lið Sindramanna. Nr. 1, Óskar Karol. Nr. 5, Kjartan Jóhann. Nr. 6, Ragnar Þór Gunnarsson. Skagamaður. Já. Nr. 7, Abdul Bangura. Nr. 8, og fyrirlið Birgir Snær. Nr. 9, Ívan Pabonja. Nr. 10, Ibrahim Sori Barri. Nr. 13, Arnór Berg. Nr. 14, Björgvin Ingi. Nr. 18, Emir Mesitovic. Nr. 23, Bjarki Flóvent. Og bekknum hjá Sindramönnum í dag er Stígur Aðalsteinsson, Arnar Hrapp, Marius Máni, Guðmundur Jón, Gunnar Karl og Adam Srjúli. Liðstjórn eru þjálfarar Jón Karlsson og Sindri Ragnarsson, liðstjóri Patrik Máni. Þetta er hörku lið og það var fylgjast með leikmann nr. 7, Abdul Bangura, hann kom með 11 mörk í deildinni. Hann er að berjast þegar hann gullskó. Já, það eru nokkrir hana. Já, þetta er mjög jáft. 2 efstir.
Rafael Máni og Markus Máni með 12 mörk og svo koma nokkrir hérna Sigurður Logi líka berast Gunnar Gullskó 10 mörk. Þór Lórenz sé hann rétt fyrir neðan líka, mögulega með 9 held ég. Já. Annars þekkir maður ekki marga úr þessu syndarliði. Nei. Það er hérna Íbrahim Sori Barri, hann hefur verið hann lengi, var hjá Ólafsvík líka. Já, og Ívan Babonja líka hörkuspilari. Og Ragnar Þór Gunnarsson, skagamaðurinn. Jú. Hann var í Þróttuvogunum og hefur verið í mörgum neðrildaliðum held ég. Tindastól. Já. Fór hann ekki í Valsarna? Jú, hann er með mikla reynslu í neðrildaliðum. Var hann eitthvað lengi í Þróttuvogum. Og Stólunum. Já, Selfoss eitthvað. Já, hann var í þessu hemmarhreiðasævintýri þarna í Þróttuvogum. Já, við erum mjög spenntir fyrir þessum leik hér í dag. Það væri þægilegt fyrir Káramenn að tryggja sér upp í dag af því næst eiga Magna úti á Grenivík og svo augnablik heima á Árbæ úti sem ekkert létt. Þannig að það væri helviti sterkt að tryggja þetta hér í dag. Það væri það. Heldur við sjáum einhverja breytingu á uppstillingu í dag, Hilmar? Hjá Kárumönnum? Já. Nei, svo sem ekki. Þetta er sömu varnarmenn að hafa verið síðustu leiki. Svo kemur Mikael bara inn á miðjuna. Fyrir Sigurðan Loga þá? Myndi ég halda, já. Og Marn og Hilmarinn fyrir Sigurð. Já, þetta er hörkulið. Þetta er hörkulið hjá Kárumönnum. Þó það vanti 2 sterka. Já. Sigurður Hrannar skoraði líka sín fyrstu mörk í sumar í síðasta leik, skoraði 2. Það var sterkt. Og hún fekk svo rautt spjald. Já, kemur sterkur inn á móti Magnamönnum. Við sjáum að Sindramenn hafa ekki unnið leik síðan, þeir hafa ekki unnið leik í ágúst. Nei. Þeir töpuðu fyrir Magnamönnum á heimavelli 3-2, svo jafntefli úti á móti Augnablik 2-2 og svo á heimavelli tap fyrir Árbæ í síðasta leik 3-0, þannig að Já, þeir eru búin að sóast niður innan neðri hluta. Það eru í rauninni, frá 7. sæti niður í 12. sæti eru öll í hættu á að falla. Það eru KFK er í 7. sæti með 22 stig. Svo koma 11 með 20, IH 19, Sindri 18, KVF 18, Vængir, Júpiter 17 og Hvíti Riddarinn 17. Þetta er þéttur pakki hérna fyrir neðan. Svo efri hlutinn líka þéttur. Það eru 2 sæti sem fara upp deild. Það er ekkert umspil í 3. deildin eins og í 1. deild og efstu deild. Það Kári með 43, svolítið hana fyrir ofan. Svo koma Víðir og Árbær með 35, Augnablik með 34 og Magni með 30 stig. Þannig að það þéttur pakki. Dómar í dag eru Brynjar Þór Elvason og honum til aðstofari Sigurður Þór Sveinsson og Margeir Valur Sigurðsson. Hérna sjáum við liðin. Það farið að mæta í stúkuna. Marn og Hilmar með fyrirliðabandi. Það skýrslan eitthvað vitlaus hjá okkur. En svona skilulegt, hann langalestur í þessu liði. Jú. Mikla reynslu. Gaman fyrir hann að fá bandið svona í 1 leik. Já.
Hector Bergmann utan hóps, þannig að hann búinn að vera meiddur. Hann kominn með nokkuð mörk í þriðju deildinni líka. Það verður að fara af stað hérna sem að byrjunarliðin þetta eru bæði mjög ung lið. Hópurinn sjálfur að meðaltali 20 ára gamall. Það eru og byrjunarliðin eru það bil 22 ára gömul hérna og varamennirnir rétt 18 ára, þannig að bæði lið með mjög ung lið sem bara gaman að sjá. KR-menn alltaf búin að vera að spila mikið á leikmönnum á annarflokksaldri. Þeir taka bara skotið. Já. Ibrahim átti þetta skot. Marno Elmar klappar fyrir þessu skoti. Óskar brotlegur. Sjáum þetta því hápressa bara hjá Sindramönnum í dag. Ibrahim tekur þessa spyrnu. Í niðri, Þór gerir vel, Sveinn skallar í burtu á Maron Hilmar, farin aftur. Þór Lorenz með langa bolta upp. Börkur eldir. Óskar skilur hann bara út af. Ungur markmaður á Sindramönnum, fæddur 2006. Já. Fæddur. Benjamin Mehic gerir vel hana. Tómas út á Þór. Hann nær ekki halda honum henni. Birgir. Birgir langt. Arnór Valur gerir vel. Þessi enda bara hjá Kristjáni. Arnór upp á Börk. Börkur gerir vel. Kemur Axel, missir hann frá sér. Kemur Ívan. Mikael Hrafn vinnur hann vel hana. Arnór Valur sendir hann langan. En Óskar gerir vel. Sveinn í pressuna. KR-menn halda honum. Þór ætlar að skipta yfir en boltinn endar hjá Axel samt. Já. Inni út á Svein. Þegar hann sem fastur. Óskar með sparkið. Benni gerir vel. Benni segur í loftinu. Miskunn setni hjá Óskar en Þór vinnur hann. Gerir vel. Skiptir yfir á Arnór. Börkur.
Axel fyrir að stað. Eldsnöggur. En þeir vinna vel hana. Ragnar Þór. Haldunum. Björgvin. Abdúl. Það er inn í tanna hana. Gamla góða. Sjáum þetta aftur. Það reyna Ronaldinho hann á móti Chelsea. Já. Kristján. Herðu. Er hápressað hana. Henni kemur sér burtu. Börkur á Þór. Þór í fyrsta á Marno Hilmar. Ragnar Þór er í hafsendunum hana. Gott þessu. Marno. Þór rangstæður. Það er sem að Sindramenn sýnist að spila með 3 hafsendakerfi. Já. Tómas pressar. Ragnar. Óskar gerir vel. Mikael missir hann. Björnir á Björgvin. Skotið í Mikael. Klaps hérna. Ragnar missir hans alltaf og Börkur kemur í pressuna. Óskar gerir vel. Getum þetta. Þór skiptir örugglega yfir. Jú. Þetta er bolti. Frábær sending. En Emir gerir þetta vel. Sem voru upp í fyrst. Óskar. Tómas út á Svein. Arnór. Börkur sig. Sveinn er á. Óskar þeir halda honum bara. Erfið sending. En boltið dettur fyrir Tómas. Börkur með honum. Og Axel. Þeir gera þetta vel hann að Kjartan. Boltinn endar í hornspyrnu. Fín sókn. Já. Þór Lórens að taka. Út swing eins og maður segir. Já. Byttin í. Óskar gerir vel. Óskar Vasilevski. Út á Svein. Það setur hann bara aftur fyrir. Þetta var tæft þarna. Blakar hann einu sinni. Og svo kemur fyrirgjöf en hættuleg. Annað hot. Þór með boltan fyrir, beint í æfingabolti. Já, Óskar greip þennan bara mjög auðvitað. Ívan langan í gegn. Kristján kemur úr markinu. Hvað gerist þarna? Sindramenn senda bara langan. Já. Þetta. Já, það var áhugavert að sjá hvað hann gerir hér, dómarinn. Sjáum þetta aftur. Ívan Babonjanna með hættulegan bolta í gegn. Björgvin en Kristján kemur hann. Björgvin er undan í boltan.
Það spurning hvað... Logi að gera sér kláran alltaf á bekknum. Já. Kristján lendir illa. Maður sjá þetta. Sjáum þetta hægt hérna. Já, Björgvin alltaf undan í boltan. Kristján lendir svona bakinu. Óþægilegt. Það spurning hvort þetta sé bara rautt spjald. Já. Maður veit aldrei hvað rautt í dag og hvað ekki. Nei. Þetta ekki bara gult og áfram með leikinn. Eða hvað? Hvað hugsaði þetta dómarinn? Hann náttúrulega skallan bara út af boltan næstu í líka. Já. Það ekki að taka það inn í. Örugglega ekki. Nei. Svona virðist vera á... Hann bara býð þegar hann standa upp eða ekki? Ég held að... Þetta allavega aukaspyrna. Já. Sjáum þetta þurr. Hann að... Var þetta rautt spjald? Sýnist það? Rautt spjald. Þetta breytir leiknum svolítið. Já, heldur betur. Á ég að trúa þessu. Kristján alltaf farin upp í klefa. Já. Rautt spjald. Já. Þá er það væntanlega... Kristján Hjörvar. Og hver fyrir út af hjá Káramanni? Það er Börkur Bernhard. Fekk tækifæri í dag og því miður fekk hann ekki lengri. Hann er brjálaður á bekknum og pappan sem farin úr stúkunni. Já. Já, svona er boltinn. Já, þetta er eiginlega eina í stuðinni held ég að. Já, Logi Már Hjartarsteinn alltaf kominn inn á og hann byrjaði tímabilið í markinu hjá Káramönnum. Hann er með hellingsreynslu nefnilega. Já, já. Það er búinn að spila vel fyrir annan flokkinn. Já, já. Og spilaði 14 leiki í fyrra. Já, já. Fyrir Káramenn. Hörku spilari. Stór stæðilegur drengur. Og einhverja úlingalandsliðsleiki. Já, já. Kemur Ragnar Þór Gunnarsson. Skýtur bara beint í Svein. Fær hann aftur. Skýtur bara í Þór núna. Óskar Hreinsar. Axel. Tómas. Já. Nú voru gaman að sjá hvernig leikunum þróast. Já. Ívan. Þeir halda honum. Kjartan. Þetta á Birni. Birkir sig. Ragnar Þór. Þessi bolti fyrir út af. Arnór Valur. Var á Hilmar tekur sénsinn en gengur ekki. Kloppi. Gerir vel. Sveinn kemst inn í þetta en missir hann. Ragnar Þór að spila hérna sem sweeper bara. Já, já. Hefur nú oftast verið á miðjunni. Þannig að þess eldast og fær maður aftast. Já. Það er farin aðeins svona hitt í þetta hérna. Já. Marksmannsstemning sem bara vel. Það var bara fyrir Logi það bara grípa tækifærið. Það þýðir ekki þannig að.
Mar upp á Maron Hilmar sem skilur eftir, en Tómas nær honum ekki, það bara Bjarki Flóvent. Ekki með langur. Nei. Kjartan spila niður. Óskar upp í. Káramenn smá brasi með þessa löngu bolta. Sveinn rennur hana. Það var rangstæða. Kemur svolítið seint. Óskar. Skiptinguna. Emir kemst inn í það. Það var Ívan. Með samfélagsir hérna. Þór. Sér hlaupið. Fínu hugmynd. Axel. Þessu langur. Þá kemur Mikael Hrafn í skotið. Þessi var ekki langt frá því. Fínu hugmynd. En hann hefur alveg skorað svona mörk að Mikael. Já. Ekki langt frá því þarna. Fín tilraun. Arnór. Pressa Káramenn. Ívan. Setur hann upp á Abdul. Bangura. Benni hreinsa bara. Birkir. Arnór Berg. Setur hann háan hana inn í þuguna. Rosalega touch. Þetta gerir Abdul vel. Birkir. Þessi bolti endar hjá Ívan. Wow. Og hann að skora svakalegt mark hérna. Ívan Paponia. 1-0 fyrir Sindra. Þetta var alveg meðgangi leiksins svo sem. Já. Sjáum þetta aftur hérna. Boltinn dettur fyrir hann. Verð þetta ekkert hérna? Nei, lítið að gera á þessu. Þá þurfa Káramenn að rífa sig í ganga aðeins. Það svolítið stress í þeim hérna, finnst mér. Já. Mikael, Óskar, Þór. Benni. Arnór. Fær hann aftur. Ívan kemst inn í þetta. Og Sindramenn eiga. Þór Lóris pressuna, gerir vel. Það að trufla hann aðeins. Birkir. Tilbaka á Bjarka. Logi, gerir vel. Arnór. Axel. Arnó. Næra flyttur hann áfram Axel og þá fer hann að stað. Eða hvað? Já, heldur honum. Nautsterkur. Harða á drengur. Hvað gerir Axel? Þetta hann fyrir. Þeir ná að hreinsa. Fínt áhlaup þarna hjá Axel. Tómas. Setur hann á Óskar. Þór. Þetta bara niður. Logi. Gerir bara ágætlega. Tómas og Mikael.
halda boltanum bara aðeins, róa þetta niður. Tómas Týr. Arnór ætlar að setja hann í hlaupið en tekst ekki. Benni gerir vel hann að setja hann tilbaka. Logi missir með sendingan, Mikael gerir vel. Þór á Marnó Þetta er vel gert. og Benni með Heits kominn upp á miðjuna. Missir hann. Gert hjá Raka. Ragnar Þór Gunnarsson gerir vel. Óskar er tíma. Tómas missir hann hana, léleg sending. Ekki Arnór. Ívan. Arnór. Ibrahim. Ívan skiptir vel út af Birkir sem tekur vel fallega á mótunum hana. Sindramenn gera mjög vel að halda honum hérna. Já. Ívan enn eina skiptinguna. Koma Björgvin. Út á Bjarka. Ívan. Að finna einhvern annan. Káramann komnir mjög djúpt hérna. Já. Ragnar Þór. Ibrahim á Ívan. Finnur. Og laust gott hana. En löng og góð sókn hjá Sindramönnum. Sjáum hérna skotið hjá Ívan aftur. Logi upp á Axel. Káramann þetta engast. Koma Sindramenn, Ívan. Út á Birki. Birki er alltaf fram hjá Sveini og brýtur á sér. Logi. Logi Mar. Það er vel mætt í stúkuna í dag. Já. En það er alveg fótboltadagur á Skaganum hérna. Axel með boltan. Hann er með Þór með sér. Þór fer á vinstri löppina fyrir skotið en Arnór nær að komast fyrir þetta. Okkur til sóknana. Axel gerir mjög vel. Þór ætlar að reyna að setja hann nær hérna. Já. Ívan. Arnór. Koma Káramann aðeins í. Káramann þarf bara að stíga hans ofar á. Já. Þeir leita mjög mikið til Ívans. Þetta er hann hörkuspilari. Ragnar Gunnarsson getur einmitt gert þetta vel. Það fær nú bara í andlitið hana og er angstæður. Mikael Rapp og Óskar.
Yfir á Arnór. Kemur Arnór Valur. Sér hlaupi á Þór Lorenz. Já. Hvað gerir Þór? Hann er með menn með sér, en ekki þarna. Sveinn lætur hann að fara, ég var nú ekki alveg vissum hvort það var alveg farin hann, þetta var svolítið tætt í honum. Dómar lætur þetta slæta. Já. Tómas. Ibrahim kemst fyrir þetta, en Tómas nærmar aftur. Það var Ívan og Arnór. Kemur Björgvin, gott touch. En Óskar Vasilevski er með erfiða sendingu og Bangura kemst inn í þetta hana. Þetta var heldur tæft. Heldur tæft hana. Björgvin gerir ágætlega en þetta touch svíkur hans og Óskar ætlar að senda tilbaka en þetta er bara dauða færi. Sér ekki Bangura þarna. Bangura er í leita að gullskónum. Þannig að hann er vel hungraður. Já, var þetta nummer 7? Já. Þór á Benjamin Mehic sem er alltaf kominn hérna fremsti maður. Og hann kemst fram hjá Ragnari. Marno Hilmar út á Axel. Axel Freyr fer á hægri. Ennþá með hann. Hann er ennþá með boltan. Axel Freyr út á Marno Hilmar sem er sendrað fyrir. Og það er Þór. Sveinn Svavar úti. Sveinn með... Ég veit ekki svo hvað þetta átti að vera. Nei. En... Káramenn geta refsað þeim. Já, þótt þessi einu manni færri þá þeir með hörkugæði í þessu liði sem að þeir nú alveg geta jafnan leik. Þór, ég veit nú ekki alveg hvað Benjamin Mehic var að gera þarna en gerir vel. Já. Axel var dansandi með boltan hana. Náðu bara ekki að koma sér í skotfæri. Það er Tómas, Mikael Rapp. Sér hlaupi á Marno Hilmar. Arnór Borgir mjög vel hana. Þetta er aðeins að opnast fyrir Káramann. Já. Rúma 20 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Nóg eftir. Ragnar Þór. Ívan. Birgir. Og Björgvin. Benjamin Mehic eldir. Gerir vel. Tekur hann bara af honum hana. Sveinn og Óskar. Óskar þarf bara... Erfið sending frá Sveinu. Fer upp í fyrst. Komur hann tilbaka hana. Óskar ekkert að flýta sér. Tökum Marno. Ívan. Tómas gerir vel. Nei, drengur. Hann dæmir á... Hann dæmir vel seint. Hann dæmir mjög seint á það að Marno Hilmar fer fyrir kastið. Þetta er eiginlega allt of seint. Já. Þannig að bara dæma þetta strax. Þetta er líka gullspjöld en hann fær ekki gullspjöld. Hann ætlaði svona að láta þetta slæta. Já, svo mistuðu boltan hann sem var ekkert á það. Sjáum við þetta aftur hérna að Marno Hilmar fer í boltan að smávegis. Hann hefði getað verið löngu búinn að dæma. Hann var ekkert á þetta. Það kemur Ívan enn aftur. Arnór. Haldunum. Sindramenn.
Birkir nær að halda honum inn á en endar Þór gerir mjög vel hana. Arnór Valur núna aleinn. Þurfa að sjá hlaupin. Það Sveinn Svavar. Þetta var aðeins fastur, aðeins vinnulega. Arnór. Ragnar. Langa sendingu. KR-menn að vera að vinna þessa seinni bolta. Já. Birkir. Kjartan. Emir. Ívan. Marna Hilmar komin tilbaka hana. Kjartan, Emir, Björgvin, gerir vel, Bangura, Logi Verða. Vel varið. Tómas, beint á Arnór. Benni á Þór, niður Óskar. Farin aftur. Sér hlaupi á Axel Freyr. Axel Freyr með... Bolti fer frá honum hana. En frábær sending hjá Þór Lorenz. Hún svolítið tegðir Bangura og Benjamin Mihits með hælinn hann í þetta. Íbrahim var mættur í skotið hann. Já. Óskar. Mikael Rapp. Tómas. Þá fara hann aftur. Setur hann bara niður. Tómas. Benna. Brahim gerir vel hana. Sigur. Út á Birki. Ívan. Erfið sending. Sending á Ragnar Þór, hann gerir vel. Á með vinstri. Raggi sendir hann bara hérna með vinstri eða hægri. Marna Hilmar aleinn. Tekur hann niður. Tómas. Þannig var Emir komið tilbaka. Kemur Þór Lorenz pressuna. Marna Hilmar einnig. Það þarf að færa allir með samt. Já, við verðum að stíga hann svo var KR-menn held. Kemur Ívan. Sér hlaupið hjá Birki, hann ekki rangstæður. Hann nær þessu. En endar út af hann hinum meginn. Logi á Arnór. Logi Mar upp á Marna Hilmar og þar Axel Freyr. Einn á einn. Kemur Emir í aðstofuna.
Axel Freyr, Ragnar Þór Gunnarsson með tæklingar. frábæra tæklingu þarna. Ekki sáttur. Vílík tækling þarna. Svolítið þungt hödd þarna. Nú kemur hornið Þór Lorenz. Þór kemur með Ragnar burtu, Mikael Hrafn. Hann er ekki að taka niður hann. Íbrahím, Bjarki. Þeir halda honum bara. Arnór. Björgvin í hlaupið. Ekki rangstæður. Boltinn út á Íbrahím. Tómas kemst fyrir þetta. Bangura nær að taka niður hana. Skýr út á Ívan. Þór kemst inn í þetta og Sveinn með honum upp á Marno Hilmar. Og Þór inn á miðuna á Mikael Hrafn. Arnór Valur kemur með. Arnór Valur fer bara sjálfur. Kloppar hann hana, heldur boltanum. Út á Axel. Hvað ætlar Axel að gera? Axel er með hann. Mikael Hrafn, Benjamin. Rót að berast niður. Óskar ætlaði að senda á Arnór Val en beint á Bangura og þá kemur Benjamin með hits. Brýtur af sér. Gult spjald. Við sjáum að það eru líklega Selfoss og Völsungur að fara upp í fyrstu deild úr annar deildinni í ár og niður fara örugglega KF og Reynir Sandgerði. Þá kemur Bjarki út á Birki. Arnór. Dúl tekur hann niður. Aukaspyrna. En það er mikið af ferðalögum í þessari annar já, deild. mikið af ferðalögum í annar deildinni. Það er bara Það er KFG og Haukar. það eru 2 lið á höfuðborgarsvæðinu. Ólafsvík, það er svona, já, Það er leiðisferðalag. ferðalag. Svo eru nokkur lið hérna á Reykjaneskaganum og svo Austurland og Norðurland og þetta er út um all land. Já. Það var roadtrip aðra hverja helgi hjá Káramann. Já. En það er bara stemning, Já, já. við vitum það. Hver er að fara niður úr fyrstu lengjunni? Einhver spurning. Er það ekki Dalvík líklega? Það er þá annað ferðalag. Og svo man ég ekki Gróttan, já. Já, alltaf ekki. Það er Gróttan. Eins og er. Grótta og Dalvík eru Já, þeir fara niður því miður. niður því miður. Aukaspyrna hana. Það eru 3 lið á höfuðborgarsvæðinu. Og 4 með Kára þá. Eða svona. Svona stutt. Tómas Týr. Já, já. Þór
fara á vinstra fótinn. Þetta svo erfitt vinnur. Ívan. Tómas gerir vel, Axel á Mikael Hrafn. Tómas var hann aftur. Þór vill bara fá hann. Þór bara komin alveg yfir á Þór Lorenz. vinstrikantinn. Og Óskar. Benni nær Sveitnisu. Birkir skilur mjög vel. Gerir bara vel. Skilur hann mjög vel að það. Óskar. Tómas. Hann kemur Íbrahim. Ekki sáttur. Nei. Alls ekki sáttur. Emil. Ragnar. Fín skipting en Arnór Valur kemst inn í þetta. Þetta er allt og erfið sending hér á Tómasi. Þá kemur Birkir með skoti en Óskar Vasilevski kemst inn í þetta. Þetta er bara ekki neitt á þetta. Þetta er bara gult spjald fyrir leikaraskap. Sjáum þetta aftur. Óskar gerir vel. Já, lappar fram með honum. Koma svo Axel. Inn á völlinn, drengur. Þungt touch aftur. Þetta er bara brot. Nei, þetta er bara spjald. Spjald. Já, gult spjald á Kjartan. Axel Freyr búinn að sprækur í svona leik. Já. Hvað gerir KR-menn hérna? Það eru 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma í þessum fyrri hálfleik. KR-menn einum færri og marki undir. Það er sterkt að jafna þetta fyrir hálfleikinn hérna. Já, þetta er gríðarlega mikilvægur leikur fyrir bæði lið í rauninni. Með sigri geta KR-menn unnið deildina og kemur boltinn Þór Lorenz. Ragnar Þór enn og aftur. Ekki enn og aftur að taka fyrsta bolta. Það er Björgvin að láta boltan skroppa og taka hann mót honum. Ívan yfir. Þar er Óskar eða hvað. Logi Mar gerir mjög vel. Þór. Marnó. Sá ekki hlaupið. Arnór Valur. Sendur hann upp á Axel. Emil til varnar. Hvað gerir Axel? Það er hornið. Þór tekur hann stutt á Arnór Val. Verðum að krossa þessu strókur. Þá kemur boltinn fyrir Marlon Hilmar. Boltinn skoppar hann að fór í stöngina. Varðan þetta? Varðan þetta strókurinn? Gúra á Björgvin, Sveinn Svavar einn til varnar. Komaður KR-menn tilbaka. Björgvin ennþá með hann.
Abdul Bangura hana með boltan fyrir utan teig. Arnór Valur er truflan hana. Björgvin Mikael Hrafn kemst inn í þetta en þarna er Ívan Paponja mættur. Aftur. Logi Veran. Þór er bara alltaf í boltanum. Þór. Setur hann erfið sending hana. Sjáum þetta færi á Káramönnum aftur hérna. Tóku hornið stutt. Arnór og Þór fekk hann aftur. Kemur boltinn fyrir á Maran og Hilmar næra tegja sig í hann ver hann held í stöngin. Hann ver þetta vel. Hann búinn að vera mjög sprækur í markinu. Já. Ungi markmaðurinn. Nú er venjulegur leiktími liðinn í þessum fyrri hálfleik. Það er hljótt að vera nokkra mínútur í uppbót. Það er búið að vera tafir hérna. Ragnar í fyrsta. Frábær sending á Birki en Sveinn kemst inn í þetta. Þór. Lorenz inn á Mikael Hrafn sem er með skrýtna sendingu á engan nema Abdul Bangura. Þór hreinsar. Þá kemur Maran og Hilmar á harðarhlaupum. Ískaldur í markinu. Já. Gir á Íbrahím. Hann er búinn að spila alla leikina fyrir þá. Í markinu. Í markinu. Ívan. Fyrsta svona tímabil hans í meistaraflokk. Já. Kláraði annar flokkinni í fyrra. Nei, spilaði í annar deildinni 8 leiki í fyrra líka fyrir Sindra. En við fýlum það að gefa ungum mönnum bara traustið. Já. Í stæðan fyrir að sækja annar staðar. Sindramenn fjallu náttúrulega úr annarri deildinni í fyrra. Já. Kemur Birkir. Arnór Borg. Íbrahím á Bangura. Hann vippar hana inn í en boltinn endar hjá Emir. Sveinn hreinsar. Bara á Íbrahím. Káramennir þarf að koma þessum bolta í burtu hérna. Þór. Lorenz, þá koma þær 3. Hann ætlar að snúa hana eitthvað. Þá er fyrri hálfleikurinn búinn. Það er 1-0 fyrir Sindra. Káramenn eru einum manni færri. Mistu Kristján Hjörvar markmann út af. Þannig að við sjáum hérna svipmyndir úr þessum fyrri hálfleik. Við sjáum kannski hérna, hér kemur það brotið sem að Kristján fekk rautt spjald fyrir. Þetta er bara hárréttur dómur. Já. Fór líka meiddur af velli líka. Já. Þannig að vonandi er hann ekki lengi frá. Nei, búinn að vera mjög öflugur fyrir Káramenn í sumar. En við ætlum að taka okkur smá pásu og sjáumst aftur í seinni hálfleik.
Já, verið velkomin aftur í Akarneshöllina og leik Kára og Sindra í þriðju deild karla. Það er 1-0 fyrir Sindramönnum frá Höfn í Hornafirði. Káramenn eru einu manni færri. Kristján Hjörvar, markmaður Káramanna, fekk rautt spjald í snemma leiks fyrir, hvað maður getur sagt, bara skóarhlaup hérna. Já, það var illa tímasett. Já, fór líka smá meiddur út af, þannig að vonandi er hann ekki lengi frá. Hann allavega frá í einn leik að minnsta kosti. En það er engar breytingar í hálfleik. Ein skipting hjá Káramönnum. Ein skipting hjá Kára. Fáum við hérna upplýsingar. Það er hver? Sjáum við smá stund. Já. Það er Máni Berg. Máni Berg kominn inn á fyrir Mikael. Já, Mikael er að koma tilbaka úr meiðslum. Já. Máni Berg kemur hann inn á miðjuna. Öflugur spilari. Já, mjög. Hann hleypur gríðarlega mikið. Hann er með meiri hlaupagetu en Mikael og það er kannski það sem að Káramenn þurfa núna, einu færri. Mér sýnist líka smá breytingar hérna upp á uppstillingunni. Þór Lorenz er kominn inn í vinstri bakvörðinn. Ok. Þetta er hver er þá að hægri? Sveinn. Þetta er Já. og Arnór Valur kominn inn á miðjuna. Það var gaman að sjá. Það fer seinni hálfleikurinn af stað hérna. Arnór. Sending en Þór Lorenz og Tómas. Arnór gerir vel. Óskar inn á Marlon Hilmar. Já. En Ragnar Þór neglir þessu í Svein. Það er ekkert á þetta. Bolti fyrir Axel. Emir losar hann upp en Þór þeir ætla að myndi halda þá að svolítið herja á vinstri vænginn í seinni hálfleik. Já. Tvöfalda með Þór og Axel hana. Það kemur Sveinn Svavar. Bolti fyrir og Þór Lorenz í kjartan. Káramenn byrja kraftið hérna í seinni hálfleik. Það hefur verið eldræða upp í klefa. Eins og hjá Hákomönnum á móti KR. Já. Þar snýrist leikurinn við. Kemur og Káramenn hotspinnu. Það er að sjálfsögðu Þór Lorenz sem tekur það. Það er ykkur kýtingur hann inn í. Marlon Hilmar eitthvað að vefa fingrum hana. Kemur boltinn, Þór. Tala saman hann að strákar. Boltinn fyrir upp í. Þá eru hinir leikirnir farnir að staða vantarlega. Og þeir hljóta að hafa skoðað stöðuna í hálfleik hjá Káramönnum og til dæmis Árbær og Augnablik og Víðir. Þau eru öll á heimavelli í dag og ættu svona að vinna sína leiki. Ragnar Þór búinn að vera besti maður vallarins í dag í fyrri hálfleiknum allavega, en hann missar hann út af hana. Hann hefur þó aldrei spilað með Kára né ÍA og hann sé skagamaður, held ég. Nei, ekki meistaraflokk. Ekki meistaraflokk, það var yngri flokkum. Erfið sending en Þór nær ekki halda honum. Kemur Bangura. Inni með Hitch. Yfir á Svein. Kraftur í Káramönnum hérna í seinni hálfleik. Arnór. Axel. Gefðu hann vinnur. Aukaspinna.
Já, Sindramenn eins og staðar núna aðeins að rífa sig fá falli. Og Víðir einn leik inni hérna. Það er ekki komið inn, Nei. sko, það er ekki byrjaður rauninni á úrslit.net. Já, ég skilji. Þannig að Káramenn tapa í dag og þau öll vinna, þá minnkar Árbær okkur í 4 stig. Er það ekki? Nei, 5. 5 stig. Já, 5 stig. Og hinn í 6. Kemur Þórlóren samt bara skot, vandalega. Óskar Marno Hilmar kemst næstu inn í þetta, en Óskar gerir þetta vel. Sjáum þetta aftur. Að gera að reyna hans á fín spyrna. Hann hefur skorað nokkrar hérna í Akranselinu. Já. Gerir þetta vel hann að Birgir út á Emír. Káramenn búin að breyta svona í 4-3-2. Já. Með Axel og Marno frammi og Arnór á miðjunni. Með Mána og Tómasi. Káramenn vinna þennan, en þetta held ég bara vitlaust. Já. Ragnar Þór yfir á Kjartan. Kemur Marno Hilmar færi sig. Kemur Bangura. 1-0 fyrir Árbæ. Já. Á móti Magna. Baldurinn Borgars og félagar. Já, nú gerum við. Slögsendingarna, Sveinn Svavar kemst inn í þetta. Hann fer fram hjá. Þetta bara spjald. Ívan. Bara 1, Magni 0. Óskar upp á Axel. Máni í pressunni. Þór. Hvað þetta? Markspyrna. Gerir vel. Óskar. Björkvin setur bara út af. Sveinn upp á Marno Hilmar. Hann gerir vel, setur hann upp í hornið á Axel. Það kemur Axel Freyr á harðahlaupum. Þetta hornspyrna. Fínt hana. Boltinn inn í, skalla frá. Íbrahím fyrstur í hann, Óskar vinnur á hann, hvað, ekkert á þetta. Jú, fær aukaspyrnuna. Vel gert. Sækir hann vel. Já. Máni Berg ætla bara að taka þessa. Spinnaðan Máni. Fín sending á nær. Ekkert á þetta, vinnur. Bara hot. Hot. Já, rétt. Ekkert á þetta. Eins og
Kári tekur bara hornið. Það er einhver gýtingur hann inn í. Þetta er bara víti, segir Andri Júl. Já. Þá kemur sendingin. Bolti á nær. Hvernig í söguna. Raggi enn og aftur. Markspyrna. Góður bolti á Mánasson. Já. Fín sending hana. Stutt. Kjartan. Setur hann upp á Bangura. Það var bara komið í 2-0. Já. Víðir 1-0. Bolti fyrir Sveitskallana frá Marno Hilmar upp í loft. Óskar upp í Benni Miðhits gerir vel hana. Benni sterkur í þessu. Björgvin Gerir vel. fram með Óskar í skotið. Logi ver. Góður snúningur hjá honum hana. Já, Þarna. heldur auðvelt samt. Fínt skot. Fín varsla. Þannig Logi Mar bara stekkur hest og grípur þetta. Þannig er Máni inn á miðjuna á Marno. Ekkert hjá Mána. Marno með erfiða snertingu en Kármenn halda boltanum. Sveinn Svavar upp í horn á Axel en þar er Ívan. Axel heldur honum hana. Ekki brjóta önnur. Marno Hilmar kemur í aðstofuna og hvað boltinn endar í markspyrnu. Fín pressa. Marno Hilmar setur bara boltann niður fyrir hann. Sparkar þessu langt bara. Óskar. Þetta er nú bara Já, hérna. áhugavert. Tómas kemst inn í þetta. Ibrahim hittir hann ekki. Marno. Kemur Marno Hilmar. Hann þarf aðstofuna. Hvað gerir Marno? Sendir hann í gegn. Þetta er erfitt. Það er að Bangura móti Óskari. Björgvin, hann var rángstæður, já. Það að vera svolítið bortennisleikur hérna. Já. Fram og tilbaka. Óskar. Á Svein. Niður á Loga. Þór Lorenz. Sér hlaupið, já. Þetta er Benni Logi. gerir vel.
Þór. Aftur að Loga. Logi. Tryggja á neitt. Á engan. Kemur Marlon Hilmar, kemst næstu inn í þetta. Ragnar Þór sterkur. Skipta yfir. Bolt í gegn. Þar Arnór Valur, gerir vel. Benni með hitch. Óskar á Svein. Svein missir hann. Bolt í gegn. Logi Mar. Já. Sendir menn halda honum. Skiptir Káramenn yfir. verða bara að stíga ofar. Já. Ef þeir ætla að ná ykkur út úr þessum leik, finnst mér. Ekki á Kjartan. Sextíu mínútur búnar. Tómas. Erfiða sendingu. Logi gerir sem bara vel. Ívan fer af stað. Tómas kemst fyrir þetta. Benni með hitch. Upp í loftið. Minnileginar 1-0 fyrir Sindra. Það var Ívan Paponja sem skoraði á 17. mínútu. Hörkumark og kemur bolti í gegn. Óskar niður á Loga. Björgvin setur hann yfir markið. Þetta var gríðarlega tæpt. Sjáum við þetta aftur. Flott sending. Hendi vildi eitthvað meira hana. Tók hann þetta með hælnum. Já. Þetta er rétt í visslana. Logi. Þetta bolti. Ívan nær honum. Það kemur Bangura og Arnór Valur kemst inn í þetta og Logi Mar gerir vel. Hann nær honum. Já. Óskar og Svein. Farin aftur. Benni. Óskar. Erfið sending. Kemst inn í þetta. Tilbaka á Loga Mar. Logi fyrst á Þór. Þór. Arnór Valur. Gerir ágætlega. Arnór Valur er eitthvað krenka sér hann í náranum sem mér. Meiddi sig eitthvað annað sáðan. Óskar upp á Axel, gerir þetta vel. Axel verður að skýla honum betur hérna. Raggi er bara, hann er alltaf í vasanum hérna. Arnór og Máni. Sveinn. Það eru Káramenn að stíga saman upp. Marlon og Hilmar. Þetta Þór. Þór í fyrsta. Góð hugmynd en Sveinn Svavar. Gerir vel. Eða hvað? Já. Tómas nær að komast inn í þetta. Þór Lorenz. Tómas. Máni. Hlýtur ekkert að þetta.
Ragnar Þór með bolta í gegn. Óskar gerir mjög vel. Þór. Inn á Arnór. Ég vil fá Þór framar á völlinn. Arnór Valur með... Það er ekkert að gera sóknarlega eftir að Þór, eftir þessa breytingu finnst mér. Nei. Þór finnst mér þurfa að komast ofar á völlinn. Klásana, Karmen. Axel pottar hann fram í á Ragnari. Kjartan gerir vel og Óskar neglur hann bara upp í loft. Það er enginn að hita upp hjá Kármannum eins og er. Nei. Spurning hvort að... Það er bara spurning hver ætti að koma inn á. Kolbeinn Tumi er á bekknum hérna. Jó. Það er eiginlega... Björn Darri, mögulega. Ímir og Helgir og svona meira varnarsynnaður. Og Gísli bara var Já, Gísli. hafsend. Lagi út á Marnó. Setur hann á Þór. Gerir vel. Marnó upp á Þór Lorenz, gerir þetta mjög vel. Nú þurfum við menn í boxið. Það var ekki góð sending. Tómas. Björgvin. Benni gerir vel. Logi. Benni gerir þetta mjög vel. Mjög vel gert hjá Benna. Þór. Sér hérna Mána. Óskar. Axel. Róta hans niður. Nú komur aðeins framalega. Aðeins framar en aðan. Máni setur hann niður. Hvað gerir Þór? Þór fer bara af stað. Stundum þarf bara... Benni. Óskar. Óskar með pláss. Og Máni. Marno Hilmar. Þetta er erfitt. Bangura fer af stað. 3-2. Björgvin með honum. Benni hælar hann í burtu. Björgvin vinnur hann aftur. Ívan skiptir yfir á Kjartan. Nú fara Káramenn að hita upp. Kjartan sem hlaupið á Íbrahim. Tómas gerir vel. Gert. Loka vel á þetta. Það er Bjerki Flóvent sem tekur þetta. Bolti fyrir. Það var Bangura sem fyrstur í þetta. Kallar hann yfir. Þór upp á Marno Hilmar. Þetta er bara aukaspyrna. Það hlýtur að vera. Ha. Já. Flautað á þetta drengur. Hann Nei. ætlar ekki að gera það. Það er skipting Já, Sindramönnum. Sindramönnum. Ekkert á þetta, sagði dómarinn.
Brynjar dómari segir að þetta sé ekki neitt. Maron Hilmar ekki sáttur. Það er skipting hjá Sindramönnum. Það er Emir Mesistovic sem fer á velli og inn á kemur leikmaður númer 2, Stígur Aðalsteinsson. Stígur Fæddur 2005. 2005. Setur hann bara út af. Hann er uppalinn hjá Sindra. Já. Búinn að spila 12 leiki í ár og já, hann er bara hann spilaði ekkert í fyrra. Þetta er svona fyrsta tímabilið hans sem meistaraflokk. Þór Maron Hilmar byrjar á tuða, það er ekki gott. Nei. En það er að nýta þessa orku í eitthvað annað. Arnór niður Óskar, Þór Lorentz aleinn hér megin. Voðalega erfitt hjá Káramanum eitthvað. Já. Tuttugu mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Sama staðan er 0-0 í augnablik Elliða. Árbær með rautt spjald. Já, ekki fyrsta skiptið sem var. Nei, en 2-0 yfir. Og ekki það síðasta. Já. Spurning hvort að Káramenn fara að gera einhverja breytingar á liði sínu. Þór skiptir yfir á Sveinar, hann tókaði í hann en Sveinn heldur hann Gert. inn á Þór út af. Það sést ekkert hver fekk rautt í Árbæ hana. Nei, það er ekki komið inn. Víðir er í öðru sæti eins og staðan er núna á markatölu. Árbær með jafnmörg stig hana. Axel. Já. Gert hjá honum. Hann gerir, já, fínt hjá honum að skjóta bara. Reyna að ná einhverjum skotum á hana markmann. Það er lítið búið að reyna á Óskar í markinu í dag. Ibrahim heldur honum vel. Gerir mjög vel. Á Stíg. Stígur er vinn, nei. Þetta var áhugaverð tilraun hjá honum hana. Arnó á Arnór. Þór. Axel fer á Kjartan. Hann lappar fram hjá þessum gaurum. Ragnar. Þór enn og aftur mættur. Þór Lorentz tekur að stutt. Axel fær hann aftur. Hægri Tómas með hælinn. Já. Það var ekki Tómas. Þetta Þór. Þór. Og Axel. Tómas með. Tómas sé Maron Hilmar. Átök-bolti. Maron Hilmar. Óskar ver þetta. Geðveikur bolti hjá Tómasi. Dauðafæri hjá Káramanum og þá koma Sindramenn. Ívan.
í skotið, Logi Ver, Benni hreinsar. Sjáum þetta. Það sóknir hérna hjá Sindramönnum fyrst. Vel gert hjá Logi Ver. Sjáum hérna færið hjá Marno Hilmar. Geðveik sending hjá Tómas, frábær sendingu. Marno Hilmar verður að gera betur hana. Hann ætla að gefa hann hana. Stígur. Við verðum að nýta þessi færi hérna, einum færri. Stígur upp á Björgvin. Þór kemst inn í þetta. Benni missir hann hana. Það var Íbrahím. Setur hann út. Ívan í skotið. Þá KR-menn að gera skiptingu. Það Kolbeinn Tumi sem að koma inn á. Þór reynir að senda hann á Marno Hilmar en Vinn þetta. Ívan. Ragnar Þór sparkar hann út í hornana. Nú verða KR-menn að koma upp. Ragnar hreinsa bara. Benni vinnur hann. Það sé ekki Axel sem að fyrir að velli, hann svolítið þreyttur. Mögulega. Kolbeinn Tumi hefur verið svolítið segur að koma inn á. Já. Íbrahím. Óskar. Nei, það ekkert á þetta. Sveinn. Sér hlaupið hjá Marno Hilmar. Hlauptudrengur. Arfið sending, Ragnar Þór. Skallar tilbaka. Birkir sparkar bara upp í loft. Tómas Týr fer út af. Já, það bara sóknarskipting. Já, ég fíla það. Fögnu þessu. Það var enga tapa enn í dag. Þeir eru undir og færri. Sjá, mér sýnist þá Marno kannski droppa aðeins. Komast meir í boltan bara. Máni. Logi á Þór. Aftur. Það er erfitt. Erfið sending. Það er erfitt hjá KR-mönnum. Birkir missa hann út af. Hvíti Riddarinn kominn yfir á móti KFK. KFK búið að tapa síðustu þremur. Það er alveg brekka á þeim. Axel missir hann en Máni vinnur hann. Brotið á honum. Já, eitthvað spenna. Mikilvægt stig fyrir Riddarana hana í botbaráttunni. Komnir úr fallsæti. Já. Sveinn. Arnór. Axel með hann núna. Máni. Þór Lorenz. Setur hann í fyrsta inn í. Það er Ragnar. Ragnar er búinn að vera rosalega góður í dag. Já. Rákstæður. Nei. Já, hérna hér. Nú koma Sindramenn, Björgvin með menn í bóksinu. Þór til varnar. Það er að loka þetta. Gerir vel. Já.
Ekkert að flýta sér að taka þessa hornspyrnu. Nei. Kemur boltinn fyrir beint á Þór. Ívan. Spyrna. Þór tekur hann niður. Mari bakvinnur. Reynir að skipta yfir en... Náðu þessu. Jú. Hann hefði nú getað mætt þessu Birkir hana. bakkaði bara hana. Máni á Axel Freyr. Nei! Stígur gerir vel. Áttan hefði nú getað ráðist á hana hjá Sindramenn. Birkir ákvað að bíða. Boltinn endar ekki hjá Káramönnum. Björgvin tekur hann með sér. Benni stígur hann bara út og lendir á veggnum hana. Þetta var nú ekki viljandi. Þetta var óvart. Þjálfari Sindramanna sturlaður. Já. Allt brjálað hana. Helgi Rapp hana. Helgi Rapp að sturlast. Það er... Já. Það var einhvern ekkert á þetta, það er stutt á milli hana hinum megin í vegginn, það er... Benni bara skýlir honum út. Gerir bara vel, þetta er bara óhapp, sjáu þið strax hann. En það er spurning hvort það verður eitthvað... Það er ekkert að... Spjaldar hann ekki það. Ótrúlegt ef hann er... Er Benni ekki á gul spjaldi? Nei, ég man ekki eftir því allavega. Sjáum hvað gerist hérna. 10 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. KVF komið yfir á móti Vængjum Júpiters. Já. Það er líka gríðarlega mikilvæg stig hana. KVF líka að rífa sig og var ekki gott fyrir Vængina. Er taflan live hérna? Já. Þetta er uppfært núna. Spurning hvað... Hvítirittarinn komin í 2-0 móti KFK. Rísastig þar. Hann hefur lent hana illa eitthvað, heldur höndina á sér. Sjáum þetta aftur hérna sjáum þetta hægt hérna. Benni bara skýlir honum út af það er... Já, þetta var vont. Já, hann með þessu hana en það væri ótrúlegt ef hann... Hvað hann er... Dómarinn... Er dómarinn að spjalda Benjamin Mihic? Já, hérna hér. Bara gult á. Benjamin Mihic var á gulu spjaldi. Guð minn almáttugur. Þetta er ótrúlegt. Guð minn almáttugur. Káramenn fengu 3 rauð, hérna... Síðasta leik. 2 rauð í dag og... Hvað, ég átta mig ekki alveg á því hvað... Þetta er ótrúlegt. Ef að veggurinn hefði ekki verið hana þá hefði ekki verið neitt sko. Hann dæmdi ekki eins og aukaspyrnu það? Nei, bara innkast sko. Já, hérna hér.
Ragnar Þór Gunnarsson var gult spjald fyrir mótmæli. Ekki í fyrsta skipti. Þetta er, Já, hérna hér, hann var komið gult hér, það var rétt hér. KR með 2 mönnum færi hérna síðustu 10 mínúturnar. Þetta er eiginlega hálf ótrúlegt. Svenni Hlöður ekki ánægður hérna í sjófinni? Nei, alls ekki ánægður. Þetta er skrítið. Já, hérna hér. En við vorum að sé lagið meðan Birki. Já. Það var skipting hjá Sindramönnum. Birkir fyrir vantilega út af og innan kemur leikmann nr. 11. Marius Máni, 2006. Já. En jú, hann dæmir aukaspyrnu. Nú. Þetta er ótrúlega dómgæsla. Það breytir. Ég skil ekki neitt. Nei, maður er bara orðlaus. Þetta er... Já, hérna. Já, KR-menn eru 9 inn á. Þetta er... Árbær komið líka með 2 rauð spjöld og KVF komið með 2 rauð spjöld. Þetta er rosalegt. Sektasjóðirnir verða fullir eftir daginn í dag. Jú. Kemur boltinn, Logi Mar grípur hann og þá Þór Lorenz, það eru menn frammi núna, komast fyrir þetta. Það var gaman að sjá hvernig Sindramenn ætla að spila þetta núna, hvort þeir sæki á 9 KR-menn eða... Víðir 1, IH 1. Logi upp á Kolbeinn og það er Ragnar Þór. Það er mest ótrúlega að IH sé þessi brasi með leikmennina sem þeir eru með. Já. Sóttu alvöru byssur fyrir leiktíð en hafa ekki að fylgja því eftir. Þjálfarnir þeirra hætti líka núna í vikunni. Man ekki hvað hann heitir. Arnór á Þór, stígur kemst inn í þetta. Óskar upp, en það er Kjartan. Þetta var ekki Birkir sem að fór út með sig. Við erum að rugla eitthvað hérna. Þetta hefur verið einhver annar. Kannski Björgvin kannski. Björgvin framherinn, hann fór út af. Hann sagði þetta. Hann hlýtur að bæta við helling. Já, þetta var alveg 6 mínútur eitthvað svo hana í pásu. Logi upp á, stígur, framlengir. Hlaupt á hann Kolbeinn. Óskar fyrir út í horn bara hana alveg. Axel í pressuna gerir við, KR-menn hljóta eiga þennan bara. Þetta er brokkabolti. Þetta var ekki guldspjald og rautt. Nei. Hvað er hann að stoppa leiki núna? Hann er alveg búinn að missa. Alveg búinn að missa leiki. Nei. Þetta er bara vittlaust. Ég hef aldrei séð hann á dómaráður. Nei. Já, hérna hér. Þetta er bara tafir, þetta lítur að vera að spjalda þetta hérna. Hann er búinn að missa leikinn. Ívan Þór kemst inn í þetta. Kolbeinn tekur hann niður, setur hann upp í horn. Axel, Kolli bara mætir aftur, ekkert á þetta. Þór, Máni, Marno Hilmar, Máni Berg, setur hann á Ingan hana, Arnór.
Bangura, Óskar, gerir vel. Boltinn endar hjá Logamar. Logi gerir mjög vel hérna, Marno Hilmar. Komið aðeins neðarlega. Upp á Svein. Sveinn Svavar á móti Ragnari. Ragnar setur hann í Svein. Hann gerir þetta mjög vel. Erfið sendingarna tilbaka á Loga. Þór með stíg í bakinu. Fær hann aftur, gerir mjög vel. Axel fyrir að staða móti Kjartan. Það dæmar hann væntanlega þetta. Já, hérna hér. Gult spjald á... Gult á Kolbeinn. Vá. Það var bara, var þetta ekki rétt svo sem? Jú. Gerði vel. Stuð fyrir hann. Óskar. Upp á Bangura. Arnór Valur. Sveinn Svavar með boltan. Kemur Marius. Það getur verið hiti inn eftir leik, myndi ég giska. Já. Birkir gerir vel. Marno. Oj, þetta svo ljótt. Ekki brjóta Kolli minn. Óskar. Sindramenn halda honum hérna, Ívan. Það kemur Marno út á Þór. Stígur. Hann fer fram hjá Stíg. Frábær sending yfir á Axel Frey. Axel. Það er ekki að taka hann með sér almennilega. Sendur hann út á Mána. Óskar og Arnór út á Þór. Þór kemur með hann fyrir. Það er bara Arnór Borg. Arnór Valur kemst inn í þetta hérna. Á Mána. Út á Svein, núna klára menn í bóksinu. Bolti á Fjær. Já, oj. Það er spurning að velja mannleiksins hjá Káramönnum. Já. Það er erfitt að segja það. Mögulega. Við höfum séð betur leiki á Kára. Það er óumdeilanlegt að maður leiksins er Ragnar Þór Gunnarsson. Já. En við veljum alltaf hérna heimamenn og ég er að hugsa Axel eða Þór. Mér finnst bara þeir einu sem að kemur eitthvað út úr allavega í dag. Já. Benjamin Mihits var líka sprækur. Já, líka fínn. Við erum ekki að fara að velja samt af ykkur rautt. Nei. Og það er ósanngjarnt. Axel Freyr í dag. Já. Sprækur. Kemur markvara á menna eftir í heldtói. Þetta er ígæðlega sending. Það eru nokkra mínútur eftir vantarlega á þessum leik. Brot. Sveinn Svavar brýtur á sér. Já, sjáðu, sjúkrabíllinn er mættur.
Já, hann getur verið handlerspöld. Já. Gult á bekkinu á Kára. Já. Það er ekkert annað. Liggur hann að Björgvin? Situr hann að hliðina á. Sveinn kemst inn í þetta. Það er Ívan skoti yfir. Óskar. Það er ekki gott, vonandi nær hann að fara með þeim heim. Já, langt ferðalag. Það væri leiðilegt að þurfa að fara til einhvern veginn einn á morgun. Frábær sending yfir á Axel. Axel tekur hann með sér. Stórstutrengur. Kemur með fyrir. Það er Kolbeinn bara einn og kemst ekki í þetta. Stígur. Það var vel gert til Axel. Vantaði bara Kolbeinn þurfti að vera aðeins nær. Arnór á Þór. Það komi 94, alveg 95, þetta er bara... Lítið eftir. Arnór skiptir yfir á Svein. Axel með honum. Fær hann aftur, gerir þetta vel. Nei! Ekkert á þetta. Þú ert ekki að fara að dæma á þetta, drengur. Kolbeinn úti. Nei! Haus. Guð minn. Þetta var góð sókn. Hann var ekkert á þetta. Sveinn ekki mátt setja hann á marinu þarna. Mögulega. Nú fyrir þetta alveg að vera búið held ég. Þetta leikurinn fóð svolítið þarna í byrjun fyrra lauks þegar að Kristján Hjörvar fekk rautt spjald, markmaður. En það eru 3 leikir eftir þennan leik, það er nóg eftir af þessu. Þetta er ekkert. Það hefur verið gaman að klára þetta hérna. Já, það hefur verið gaman. Óskar setur hann upp. Arnór Valur með, tekur hann bara með hendinni þarna. Þetta var furðulegt. Skoti bara, Logi Mar, gripur hann. Heldur þessu fram, drengur. Nei. Ekki upp í. Við erum inn á 7. mínútu upp á tíma. Dómarinn fann að líta á klukkuna. Stígur. Bangura. Gerir vel. Stígur gerir vel hana. Setur hann á fjær. Hérna Marius. 97 komið. Nei. Missar hann út af. Þessi eitt tækifæri viðbót fyrir Kárumenn. Vonandi. Setur hann upp. Það er bara. Það er með að fara upp í þessa bolta. Hoppanja. Óskar. Nei. Þór. Við verðum bara að setja hann hana. Já, en það er bara Ragnar Þór Gunnarsson. Já. Ingi César. Nú er leikurinn búinn. Gríðarlega mikilvægur sigur hjá Sindra í fallbaráttunni. Dómarinn í aðalhlutverki. 1-0 Sindri. Káramenn ekki sáttir. En það er nóg eftir af þessu tímabilið. 3 leikir eftir. Þetta er ekkert búið. Nei. Það er næsti leikur Káramenna er á Grenivík, eða ekki? Jú, á laugardaginn. Á móti Magna. Og svo er það síðasti heimaleikurinn á móti Augnablik og síðasti leikur deildarinnar Árbær úti. Sjáum alltaf helst á náleiknum núna.
Markið þrusumark frá Ivan Paponja. Já, við höfum ekkert lengra hjá okkur í dag. Þetta var áhugaverður leikur. IA-TV þakkar bara fyrir sig í bili. Það er annar leikur hérna á Skaganum klukkan 5 út á Elkjamvellinum. IA Breiðablik, mikilvægur leikur í bestu deildinni hjá Köllunum klukkan 5 eins og segi. Ég heiti Auðun Ingi, með mér hérna í lýsingu var Hilmar Halldórsson, á myndatöku var Snorri Kristleifsson og Örn Arnarsson stjórnaði útsendingu. IA TV þakkar fyrir sig í dag.